Guðspjall þessa aðfangadagskvölds að finna í Lúkasar Guðspjalli í öðrum kafla og það vers 1-20. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gjörð þá Kýrineus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þá fór og Jósef úr Galileu úr borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíð sem heiti Betlehem. En hann var af ætt og kyni Davíðs að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. Meðan þau voru þar kom sá tími hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu af því að eigi var rúm handa þeim í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar og enginn drottinn stóð hjá þeim og dýrð drottins hljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá, verið óhræddir, því sjá, ég boðaði þér mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur, sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks, þér munu finna ungbarn dreifað og lagt í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita, sem lofuðu Guð og sögðu, dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli. Förum beint til Betlehem að sjá það sem gjörst hefur og drottinn hefur kunngjört oss. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þau frá því þeim hafi verið sagt barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust það hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiddi það, og hirðarnir snéru aftur og vegsumuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð. En allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Það eðlilegur hápunktur hátíðarinnar á aðfangadegi jóla að heyra orð jólaguðspjallsins úr öðrum kafla Lúkasar Guðspjalls. Ef til vill ertu vön því eða vanur því að orðin séu lesin heima í stofu, kannski eftir að búið að borða jólamáltíðina og þú heyrir þau lesin fyrir daginn eða kannski jafnvel síðar daginn í kirkjunni. Mörg okkar líta á það sem kjarna jólahátíðarinnar að sjá fyrir okkur myndina af nýfæddum Jesú í jötunni, umkringdan af dýrunum, af Maríu og Jósef, af hirðunum úr haugunum utan við Betlehem og vitringunum frá Austurlöndum sem komu til þess að veita honum lotningu. Fyrir nokkru síðan sá ég skopmynd á netinu eftir fyrrverandi amerískan prest. Það reynir hann að benda á óvenjulegar hliðar varðandi fæðingu Jesú. Þessi teiknari sem teiknar þessar skopmyndir kallar Maríu og Jósef ómerkilegt fólk. Hann kallar vitringana útlendinga og hirðana óhreina. Smáða undirstéttarmenn kannski. Boðskapur þessa press sem sagt að Jesús hafi snúið sér til hinna smáðu og útskúfuðu þegar hann kom. Og sú athugun að litið var niður á hirða eða öllu heldur á leigulíða á þessum tíma hugsanlega alveg rétt. En tilgangur hirðana í þessari sögu þó svolítið annar og hann ristir mun djúpar. Öll Ísraels þjóð var nefnilega komin af þessari elstu starfsgrein mannkyns af hirðum og hirðingjum. Abel, sonur Adams og Evu, var fyrsti fjárhirðir mannkynssögunnar. Abraham, ættfaðir Ísraels þjóðar, var sjálfsögðu sjálfur hirðingi. Það voru einnig Jakob og synir hans. Móses gætti sauða tengdaföður síns á Sínæskaga og Davíð konungur gætti sauða föður síns einmitt utan við bæinn Betlehem. Kynslóðum saman fékkst Ísraels þjóð við sauðfé. Það var miðlægur hluti af þeirra lifnaðar hætti.
Kannski ekki síst vegna þess að hreinleika lög gyðinga takmörkuðu þau dýr sem þau gátu nýtt sér til matar. Enn fremur voru sauðir og lömb mikilvæg fórnardýr í musterinu í Jerúsalem. Og bærinn Betlehem gegndi þar mjög sérstöku hlutverki, því þar voru einmitt alin lömb í þeim sérstaka og tiltekna tilgangi að fórna þeim í musterinu. Jólaguðspjallið segir það ekki berum orðum, en það er samt sem áður mjög líklegt að lömbin sem hirðarnir voru að líta eftir voru einmitt lömb sem áttu að verða fórnar lömb. Það átti að slátra þeim í musterinu til þess að miðla fyrirgefningu Guðs á syndum þjóðarinnar. Því er það einstaklega sterkur atburður sem á sér stað þegar englarnir birtast hirðunum og segja: verið óhræddir, því sjá, ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast með öllum liðnum. Yður er í dag frelsari fæddur, sem er Kristur drottinn í borg Davíðs, og hafið þetta til marks, þér munu finna ungbarn reifað og lagt í jötu. Þessir hirðar þeir taka á það ráð að skilja eftir hjörðina út í haga og finna Jesú í staðinn. Þeir hópast í kringum þann sem Jóhannes skýrari síðar kallar lamb Guðs. Lamb Guðs sem ber burt syndir heimsins. Hirðarnir yfirgáfu öll fórnarlömbin út í haga til þess að safnast í kringum þann eina sem átti að leysa öll þessi lömb af hólmi og bera fram sjálfan sig okkur til friðþægingar. Þannig merkja hirðarnir þann eina eða hið eina og sanna fórnarlamb okkar. Og þar með breytist líka starf hirðana. Í stað þess að þeir sjáu fórnarlömbin, snýst það nú við. Nú er það fórnarlambið sem sér hirðana. Þegar sama sagan er sögð í Matteusar guðspjalli, þá er vitnað í spádómsbók Jesaja til þess að sýna einmitt þessi umskipti. Þegar Heródes konungur spyr fræðimenn sína hvar Messías eigi að fæðast, þá svara þeir svona. Þeir svöruðu honum: í Betlehem í Júdeu, en þannig er ritað hjá spámanninum: þú Betlehem í landi Júda ekki ertu síst meðal hefðarborga Júda, því að höfðingi mun frá þér koma sem verður hirðir liðs míns Ísrael. Nú er lambið orðið hirðirinn og við sem á lambið trúum erum orðin lömb hans. Davíð konungur hafði séð þetta fyrir öldum áður þegar hann orti Sálm 23 og sagði: drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Þannig er boðskapur jólahátíðarinnar í raun afar einfaldur. Kristur fæddist sem lamb Guðs og hirðarnir í högunum utan við Betlehem báruð því vitni þegar þeir komu og veittu honum lotningu. Hann bar sjálfan sig fram sem Guði þóknanlega fórn í eitt skipti fyrir öll og leysti þannig öll hin fórnarlömbin af hólmi. Og nú er hann upprisinn frá dauðum og lifir og ríkir að eilífu. Ekki einungis sem lamb Guðs, heldur einnig sem bæði konungur okkar og hirðir okkar. Þess vegna tökum við undir með Davíð konungi og með hirðunum utan við Betlehem. Við lítum til barnsins í jötunni og segjum: þar er fæddur drottinn, minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Dýrð sé Guði Föður, Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er enn og verða mun aldir alda. Amen.